kjötskorti, tollum og jafnvel fríverslun í Kína. Já, nákvæmlega, hann komin hingað til okkar Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda. Þeir hafa verið að benda á ýmislegt og svo í gær var verið að ræða það á forsíðu Fréttablaðsins og í Fréttablaðinu að hér væri kjötskortur og þá var verið að ræða nautakjötið sérstaklega og Nóatún var bara uppi skupa með íslenskt kjöt en hafði þá ekki leyfi eða heimild til að flytja það kjöt sem að skorti í búðir. Þannig að það áhugavert að fá Almar hingað í heimsókn til að varpa þess ljósi á þessi mál sem að þeirra takast á við dagstæðlega. Vertu velkomin. Takk fyrir. Almar, kannski fyrst að þessum kjötskorti, hvers vegna, ef þú skýrið þið fyrir hlustendum, hvers vegna er ekki heimilt? Hvert er bannið við því að flytja nautakjöt? Já, hættulegt eða? Í rauninni er þetta bara almenn tollalögmál sem hafa kannski gilt á landbúnaðarafurðum en það verður að taka fram að það er í rauninni heimilt að flytja í nautakjöt en það er á þvílíkum ofurtollum að það er í rauninni bannað. Já, í faktist er það bannað. Það er allavega að reyna að stýra þið þá með þessum ofurtollum. Já, en hins vegar það sem er alvarlegt í þessu er að það er mjög skýrt í lagaumgjörun þetta að ef að það myndast skortur á innanlandsmarkaði þá ber sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu að fara yfir málið og úthluta þá tollkvótum svokölluðum á lægra verði sem þeir gerir enda þannig að þeir setja það oft í útboð sem að aftur þrýstir verðin á þeim upp og þá er aftur komin svona undarleg vernd að okkar mati en þarna hefur kannski ráðuneyti verið mjög tregt í taumi að okkar mati þeir hafa stundum úthlutað en aðalatriði það að þetta kerfi er gríðarlega óskýrt, þetta er óskýrt líka fyrir þá sem er að reyna að flytja inn, fyrir verslanir, fyrir heildsala og það gerir það að verkum að það myndast óöryggi í þessu og ef það er óöryggi í ykkur svona kerfi og verð þá er í fyrsta lagi ekki líklegt að menn flytja inn þó það sé skortur og í öðru lagi að þá skilar þá ekki nein verðhægræðing sér til neytenda sem auðvitað miklu alvarlegra mál. Rökin hafa líka verið svona heilsufarsleg, þar að segja gæðarleg hjá þeim sem að standa gegn þessu að hinga gæti komið inn alls konar kjöt sem við vitum ekkert hvaðan kemur. Já, það hefur alveg verið talað fæðu öryggi og í rauninni sjúkdómahættu í einstökum tilvikum og við sjálfur sér viljum bera virðingu fyrir þeim rökum en við segjum hins vegar alveg hreint og skýrt út að þau er ekkert sérstaklega samfærandi þegar er að ræða vörur sem að fólki í Danmörku og Evrópu borðar í stórum stíl að þá getum við í rauninni ekki og er að ræða frostnar vörur og svo framvegis þá getum við í rauninni ekki sagt að þessi sjúkdómarök séu sterk. Nei, en þið voruð eitthvað að ræða frönsku kartöflunar daginn, tóku það sem dæmi vöru sem það að skoða líka. Já, við erum þetta bara núna á þessi misserin á fullu í að vekja upp þessu umræðu þessi tollamál því þau eru í algjörum ólestri. Þetta er kerfi sem að enginn skilur. Ég er nú búin að reyna að lesa mig til þetta núna í 3-4 ár og þykist nú vita eitthvað eiga auðvöld með að setja mig inn í svona mál en það er flókið og kerfið er flókið að því virðist til þess að við svona kannski fælumst frá því og tökum ekki á því en það er sem sagt þessi skortsmál sem við vorum að rekja sem er eitt, annað er að það eru mjög háir tollar á mjög víðtækum tollflokkum og í sumum tilvikum eitthvað sem kemur í rauninni svokallari vernd ekkert við. Það er að segja að það er ekki verið að vernda innlenda framleiðslu sem yfirleitt er grunnurinn. En það er verið að tryggja gott verð í verslanir. Framleiðendunum þar að segja að þeirra skorturinn verið þá vantarlegur þeir farin að fá ansi gott verð fyrir til dæmis eins og nautakjötið. Já, þegar það myndast þetta skortsástand og það er ekki úthlutaði tollkvóti þá hefur þetta þau áhrif að verð í búðir hækkar. Þetta hefur líka þau áhrif að veitingastaðir og aðrir sem er að sinna ferðamönnum og ég er erfitt með því að bestu hlutarnir á nautinu er til dæmis yfirleitt það sem að er hvað mestur skortur á en síðan auðvitað að því við spyrðum frönskurnar og við höfum verið að skoða vörur sem eru lítið framleiddar á Íslandi að það er 76% tollur á frönskum kartöflum og það virðist vera til þess að vernda þau 5% sem eru það bil framleidd á Íslandi og það sér það auðvitað að þarf ekki að ræða þetta mikið meira þetta eru auðvitað eitthvað sem að stjórnvöld geta bara ekki með nokkrum móti varið. En þú segir þið eru að berjast í þessu núna og þið hafa náttúrulega þessi baráttur á sér stað í mörg ár og þetta er svolítið mikið undir stjórnmálamönnunum komið, er það ekki, sem setja lögin í þessu sambandi. Skiptir ekki máli raunverulega hvaða stjórnvöld sitja við völd hverju sinni, hvaða flokkar eru ríkisstjórn? Finnst þér að er það ykkar reynsla á upplifun að þeir sitja allir vörðum þetta kerfið eða hvað? Já, almennt má nú rauninni taka undir það. Það er mjög erfitt að hrófla við þessu kerfi að ykkur ráði. Við höfum séð einhverjar litlar svona stagbætingar eða lagfæringar en þær hafa verið mjög litlar og yfirleitt í tengslum við það að það hefur hreinlega verið hrópandi vesen á málinu gagnvart til dæmis Evrópulöggjöf eða þess vegna stjórnarskrárbundnum réttindum eða einhverju slíku. Það hefur kannski kerfið hefur hörfað þegar slík mál er undir
En almennt hefur þetta gengið hægt. Við finnum hins vegar að okkar umræða núna og annar aðila sem hafa verið að taka þetta mál, hún svona aðeins að hafa áhrif af því að þegar við skoðum samsetningu Alþingis, svo við tölum nú bara mannamál, þá eru nú ansi margir þingmenn sem að verða að horfast í augu við neytendamarkaðinn sem ákveði lykilatriði. Og það eitthvað sem að við finnum að svona kannski að skila sér. Auðvitað hafa menn áhyggjur af og við viljum bera virðingu fyrir þeim sjónarmiðum sem varða raunverulega landbúnaðarframleiðslu á Íslandi. Og það kannski okkar punktur að við verum að afnema þessa tolla þar sem að þeir ekki að vernda neitt. Og svo þurfum við að mynda okkur skýra sína á hvað á að vernda og af hverju. Og verndin í rauninu okkar mati undantekning. Hún ekki regla eins og núna vegna þess að undantekningin þá að við höfum ykkur rökstudd sjónamið fyrir því að vernda innlenda framleiðslu. Rétt áðan við sleppuður, við verðum að fá aðeins svona þína sín og kannski megin ávinninga af fríverslunarsamningi við Kína því að þeir eru með kínversk-íslenska verslunaráðið undir ykkar hatt, það ekki? Hver megin ávinningurinn af þeim samningi? Áðurinn kem að Kína bara eldsnögt, mér langar að nefna bara eitt dæmi, það var Alþingi samþykkti niðurfelling á vörugjöldum á sojamjólk, mjög jákvætt mál núna í vor, núna bara rétt áður en þingið hætti og það mjög jákvætt mál, en eftir stendur að þeir sem eru með mjólkuróþol, ef þá langar væntanlega ís eins og okkur hinum og ef þú ætlar að kaupa þér sojaís þá ber hann 30% toll, þú þarft að borga 110 krónur á kílóið og sem svo kallan magntoll og þú þarft að borga 32 krónur á kílóið sem svo kallu vörugjöld. Þannig að þetta bara enn eitt dæmið hrópandi vitleysunna sem í kerfinu. Þið haldið áfram að berjast fyrir því, hefur við. Já. En varðandi Kína svona rétt í lokin megin ávinningur? Já, sko, þetta tekur gildi 1. júlí. Megin ávinningurinn auðvitað sá að þarna falla niður tollar sem að neytendur verða þá vari við á ýmsum innfluttum vörum og við erum líka að búast við því að flutningar verða munið einhver leiti breytast. Það hefur viðgengist til dæmis í fötum, svo kallað tvítollun, að íslenski verslunaraðilar hafa tekið inn vörur sem hafa verið tollaðar inn í Evrópu, svo er það aftur tollaðar inn í Ísland. Akkurat. Tæknilegt mál sem ég ætla kannski ekki útskýra af hverju en þetta staðreynd. Þetta mun minnka. Og svo eigum við að sjá þá að tollar sem eru kannski í flestum tilvikum bilinu 10-15% muni þá falla niður og koma þá inn í vöruverið á þeim vörum þar sem mikil innflutningu frá Kína. Mér hefur nú svo stundum fólk velti fyrir sig því að geti treyst því að verslunareigendur skili því þangað sem það á að fara? Já, ég meina og eðlilegt. Ég held að í rauninni almennt það að þá hefur samkeppniseftirlitið okkar mati staðið sér vel í að svona fylgja þessu eftir. Þá við dagvörumarkaðinn og þá við þessa hluti og ég held líka að menn verða átt að segja á því að þó að innflutningu frá Kína sé áhættusamur í sjálfu sér að þá mjög mikil samkeppni í þessu. Og það auðvitað aðalatrið að ef það samkeppni þá drifkraftur til þess að menn skili þeirri hagræðingu sem í ferlinu til neytandans. Almar Guðmundsson, kærar þakkir fyrir komuna. Takk.